þá komið að febrúarlesson fyrir sporðdreka. Þetta er opinn löstur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. En við förum beint í lesturinn, byrjum að athuga hvaða sporðdreka ég er að tala við. Við fáum það er nú svona rétt handað við hornið og fáum leiðsögn. Og hvað er þá framundan hér? Ok. Svona vildi fá að koma líka, ég vil leyfa þeim að koma bara. Kæri sporðdreki. Mjög áhugaverð spil sem þú færði hérna, en það sem ég er að sjá hér er að síðustu misseri þá hefur verið að svona leggja rækt á svona ákveðin grunnatriði í lífið þínu, eitthvað svona garfa í grunninu þínum og svona bæði varðandi heimilið þitt og kannski fjölskyldu, jafnvel æskuna. Mér finnst þú vera að kanna fortíðina, róta svolítið í einhverjum kannski gömlum málum og ert á sama tíma að svona róta í það sem skiptir þig máli í dag, hvað þú vilt að séu áhersluatriðin hjá þér. Og mér finnst þú vera svona að fara og þú er svolítið svona að reka niður hornstaurana í lífinu. Við verið svolítið að garfa í þessum málum, hvert sjálfu þér og svona byggja upp þetta sem raunverulega skiptir máli í þínu lífi. Og í dag þá er staðan nú bara virðist mjög góð, þú allavega ert hér alveg svona í svona einhverju draumastöðu, bara það er óbúslega gott á þér. Margt eitthvað gott í gangi og þú er svolítið að lifa einhverju draumi, þannig að það eru einhverjir draumar hjá þér að rætast sem er dásamlegt að sjá. Og þetta er heldur áfram hjá þér bara í tengslu við þetta, þú veist, alla þessa vinnu sem þú ert búin að vera að leggja í að kanna þetta sem skiptir máli, garfa í fortíðinu, gera upp og hreinsa, losa þig við svolítið eitthvað svona gömlu sem að þú hefur ekkert að gera með lengur. Og þú ert í dag að sjá ávinninginn af því og þú munt halda áfram að sjá ávinning af því. Og þetta verður eitthvað skýrar og skýrar fyrir þér og þú ert núna bráðum að fara að fá í rauninu mjög skýra mynd af því hvað í rauninu þú ert búið að áorka mikið með þessari sjálfsvinnu og sjálfsrækt og öllu sem þú hefur verið að gera. Og sérstaklega þess að þetta skila sér svolítið svona út frá sér til svona þína nánustu, bara í tengslum þínu við fólki sem þið þykir vænt um, svona fólki sem þú vilt helst vera eitthvað að taka utan um, þannig að ef þú átt börn þá nær þetta alveg til þeirra. Og svona eins og segja, nær svolítið vel til þessara nánustu einstaklinga í lífinu. Leiðsögnin er þó samt svo að þú þarft að halda alveg gífurlega skýr mörk þessa dagana og einmitt af því að þú ert búið að vera að róta svona mikið í grunninu þínum að þá þarftu enn frekar að setja skýr mörk og draga skýra línu bara upp á það að þú ert að byggja nýjan grunn og þá má ekki koma einhverja óskýra línur þar inn og einhverja óskýr mörk og það má ekki slæpast þar inn eitthvað gamalt, eitthvað sem að hefur kannski geta komist upp með alls konar og notfært sér einhverja meðverkni þér áður. Það verður að setja þetta strax skýra línu þar svo að það sé ekki með í nýja grunninu þínum. En þegar síðan það sem er framundan hér er að þú ert þú ferð virkilega að kafa í grunninn. Þú ert að halda áfram í þessari vinnu
varandi þetta að uppræta fortíðina og uppræta gömul sár og sko þú rauninu ferð alla leiðina þangað að þú einhvern veginn ákveður bara að rífa allt draslið, fara alveg niður í grunn og bara sprengja þetta allt sem er tætlur svo að það sé bara, svo þú þurfir ekki að vera eitthvað að dunda við þetta, þannig að þá getur bara sprengt þetta í tætluð, mokaðu ruslinu sem þú ætlar ekki að hafa með þér inn í framtíðina út og hendi, þannig að þú hafi það bara algjörlega nýtt til að byggja upp á. Og það er svolítið það sem þú ætlar að fara í og það er, krefjandi og mér það að þetta er búið að vera svo mikið, sko allavega núna þá er þetta allt í ykkur svona pínu glimmer búblu af því að það er allt eitthvað svo fallegt og gengur svo vel. En síðan kemur ykkur ögrun, þau reynir á mörkin þín og það í rauninu verður svolítið til þess að þú segir bara, nei, heyrðu, gerum þetta þá almennilega, förum þá bara með stóra sleggjuhamarinn, brjótum þetta allt í sundur, rífum tætum og sprengjum þetta út með draslið. Ég ætla að fá allt nýtt. Ég ætla að smíða nýja grunninn sjálft og frá grunni sem að er geggjað. Það er ögrun, það er áskorun, það er hallærisverkefni en það skilar sér margfalt og þú kemur svo miklu sterkari út úr því. Og við skulum fá hér smá auka einsinn hér. Þetta ferli það hefur verið mjög áhugavert, það hefur náttúrulega verið bæði fallegt og krefjandi og oft á tímum bara mjög erfitt og það er bara mjög eðlilegt og skiljanlegt en hins vegar þá er það svo mikilvægt þetta sko að þegar maður fer í gegnum erfiðu tímana að maður lítur alltaf aftur upp og þú veist, sér ávinningin, sér þetta fallega sem er alltaf skapast úr þessu og þetta er oft pínu einmanaleg vinna því að þessu fylgir að samböndin manns breytast og það eru stundum, eða bara stundum, það er óhjákvæmilegt að einhverjar tengingar slitna en það er líka fyrir það að maður sér allt í einu að einhverjir sem voru áður vinir og kunningjar, þetta er fólk sem að manni í rauninni, svona í raun og veru líkar ekkert endilega allt og vel við, fólk sem að stangast á við gildin manns jafnvel og siðferði og þannig að það grisjast oft bara svolítið úr félagslegu flórunni og það er allt í lagi en þá náttúrulega, kemur stundum þessi einmannaleiki þegar öll höfum þörf fyrir að tilheyra en þá er með þetta sko verið að minna á haltu samt áfram og hlustaðu inn á við mundu að þegar þú ferð í það að rífa og tæta grunninn að það er líka margt ljúft og fallegt í fortíðinni sem er alveg vert að eiga áfram og muna. Þurfum ekki henda öllu. Við megum alveg velja nokkra demanta til að eiga. En þetta opnar þig fyrir svo miklu sko heilbrigðari og fallegri samböndum. Þú tilheyrir miklu heilla samfélagi heldur en þú gerðir áður með því að fara í gegnum hennar pakka. Og verður sjálf líka í rauninni móttækilegra fyrir að vera elskað eins og þú ert og óskilyrt bæði af vinum og vandamönnum og mögulegum lífsförunutum. Þetta er hellingsvinna en hún er þess virðis, klárlega. Þá vil ég fá hér
eitt leiðsagnaspil bara svona rétt í lokin til að taka heim og saman í örstutt skilaboð. Það er hér þræðir. Vefðu þræði drauma þinna af því að hugurðinn eða hugsanir þínar skapa veruleika þinn. Það er svolítið því að þú ert það sem þú hugsar. Við erum ofboðslega lituð af huganum og hugarfarinn okkar, þannig að við þurfum raunverulega að vera vakandi fyrir hvaða hugsanir eru að koma upp, sérstaklega þegar það snýður okkur sjálfum, af því að við erum rosalega dugleg við að hugsa leiðinlega og ljóta hluti okkur sjálf. Þannig við þurfum að grípa þessar hugsanir leið og að koma, eða svona sem fyrst. En með þessu þá líka að því að við erum það sem við hugsum og það er ofboðslega máttur í hugsunum okkar, að þá getum við markvisst nýtt okkur það með því einmitt að grípa drauman okkar, að taka fallegu hugsanirnar, styrkjandi hugsanirnar og uppbyggilegu hugsanirnar og vefa út frá því, styrkja þær, gera þær sterkari, láta uppbyggilegu hugsanirnar taka meira pláss. En þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati sjónarréttir þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina.